Við höfum þetta bara svona í... Nú er ég komin inn, ekki? Já, við erum velkomin hérna á Sport TV. Við erum að fara að fylgjast með leik Fylkis og KR í undanúrslitum Lengjubikarsins. Og ég heiti Kristján Gylfi og með mér er Sverrir Rafn. Og við erum hér á gervigrasinu á Fylkisvelli. Og spennan að magnast. Jú. Og kannski að gera að renna yfir liðin og byrjum að liði KR-inga. Það er í markinu Hannes Þór Halldórsson, aðri leikmenn Grétar Sigfinnur Sigurðarson, Bjarni Guðjónsson, Skúli Jón Friðgeirsson, Baldur Sigurðsson, Kjartan Henry Finnbogason, Óskar Örn Hauksson, Viktor Bjarki Arnarsson, Aron Bjarki Jósefsson, Guðmundur Reynir Gunnarsson og Guðjón Baldvinsson. Og lið Fylkis, það er í markinu Bjarni Þór Halldórsson. Sjáum hérna vörninni eru Þórir Hannesson, Kristján Valdimarsson, Daniel Freyr Guðmundsson og Kjartan Ágúst Breiðdal. Inn á miðjunni Baldur Bett, Gylfi Einarsson og Andrés Már Jóhannesson og í fremstu vílinu Tómas Þorsteinsson, Ingimundur Níels Óskarsson og Jóhann Þórhallsson. Og dómar í dag er Pétur Guðmundsson og honum til aðstofar Frosti Viðar Gunnarsson og Andri Vigfússon. Og þá er leikurinn hafinn og byrjar á langri sendingu hér út af. Já, við verðum fróðilegt að sjá hvernig þessi leikur þróast. Það er Kjartan Ágúst með innkastið. Finnur Tómas, hann sendir fyrir og hér er smá hætta þarna en KR-ingar koma eins í burtu. Óskar Örn spinnir þessu langt. Þá fáum við sól hérna í Árbæinn. Getum átt á von á ýmsum veðrum. Eins og landsmenn vita, þetta var breyst en hér er það Þórir. Fylkismenn byrja þetta hér af ágætiskrafti. Þórir aftur. Ingimundur, Gylfi, Jóhann. Þórir þessi er inn á teig, Tómas næra knettinu, nei, Skúli Jón, hreinsar þetta í bili. Og Kjartan Ágúst hefur nú bara betur látið þennan fara út af held ég. Daniel Freyr bjargar honum úr þessu. Kom hérna smá pressa frá KR-ingum. Kjartan Tómas og þetta er skelfileg sending Guðjón Baldvinsson. Já, kærulaust þarna hjá Tómasi. En Fylkismenn hafa hann aftur, Andrés. Guðmundur Reynir hérna í vinstri bakvörðum. Óskar með laglegan snúning, hver fram hjá Gylfa og það er aukaspyrnu. Bjarni er fljótur að taka hana út á Guðmundur Reyni. Lítur að koma með þennan inn á tegina eða hvað. Nei, það tekst ekki hjá honum. Og Bjarni og þrjumar hann í samherja, Viktor Bjarki var það. Og Andrés, Jóhann í kapphlaupi. Og það er einn ungi Aron Bjarki Jósefsson. Þarna skemmtir hann kannski vindurna sendinguna líka. Já. Og Gylfi. Baldur Sigurðsson. Guðmundur Reynir. Já, Aron Bjarki þarna, ungur strákur. Vörninni á KR-ingum. Var á láni hjá Völsungi síðasta sumar. Spurning hvort að hann verði þarna. Gunnar Þór Gunnarsson vantar hann í lið KR. Svo voru þeim að prófa eitthvað Dana daginn sem ekki gekk upp. Já, reikna með að KR-ingar styrki sig hugsanlega. Kom meira en
Nú verður hans í stutt í mót. Káringar hér, Óskar. Þóri stöðar hann. Það er allt barist hér. Það er ljóst sæti í úrslitaleiknum undir og langar öllum að fara þangað. Káringar hér, Byggjumsók, Grétar. Leitar að möguleiku Finnur Guðjón og nei, ekkert á þetta. Þannig Freyr, þetta er ónákvæmt. Já, þú nú kannski vonað að myndi flauta þetta. Já, maður bjóst svona fastlega við því. Já. Það fannst að fara hérna örlítið í hælan á honum. Já. Pétur Guðmundsson með flautuna. Hann er margreiti línuverður að það held. Já, það er hér. Fínt tækifæri hér að eins og Viktor Bjarki með skotið en þetta er hættulaust. Káringar að spila þetta úr bæði lið. 4-3 virðist vera. Kjartan Henry hér úti hægra megin. Óskar vinstra megin og Guðjón á toppnum. Það er Jóhann. Já, fólk að tínast hér á völlinn. Það er kalt. Smá vindur hérna. Leikmenn láta það ekki á sig fá. Það er Gylfi. Hvað gerir hann? Flottur bolt upp í hornið. Það er ekki hotspinna eða hvað? Nei, kast. Þórir þarf að segja boltan hér. Leikurinn farið ágætlega af stað hér, Þórir. Og með langt innkast inn á teginn. Og hvað endar þetta? Þetta er hotspinna, já. Réttilega. Já. Frosti Viðar á línunni með þetta á hreinu. Með þetta allt á hreinu þarna. Það er Tómas. Þetta sýnst mér að koma næstu engina. Líklegt. Það kemur yfir á fjær og búið að flauta þarna, er ekki? Nei. Nei. Það er leitt að hann er sögur snertan hann aðeins. Já, hann var í smá vandræðum þarna. Og Tómas aftur, nú hérna vinstra megin. Og Kjartan Ágúst fyrir og Káringar í smá vandræðum meðan Tómas kemur svo aftur fyrir. Og Baldur en Aron hann í burtu. það er þessu nú valla Tómas en gerir þú heiðarlega tilraun til. Já, Skúli Jón hann í bakverðinum. Hefur verið talsveit meiddur. Skúli. Og Hannes. Fylkismenn byrja þetta svona heldur betur. Og Pressa mikið núna hérna. já, það gengið ágætlega. Og Káringar að fara hægt af stað. Já. Liðin að leika hér svona með, já, nokkurn veginn sín sterkustu lið. Marga sem vantar hér að Kjartan Ágúst. 1-2 í hverju liði sem vantar. Já, það er ekki mikið meira. Það er Daniel og brýtur nú á Guðjóni hérna. Já, blæs hraustlega hérna. Og Káringar fá aukaspyrnu. Skúli tekur þetta bara tilbaka. Já, Albert Brynjar Ingarsson á bekknum hjá Fylki. Kemur svona eins og vort en það er Jóhann sem er í fremstu vílinu.
Albert búinn að vera eitthvað tæpur undanfarið. Já, verið ykkur vandræðum. Með hásinn. Já, nákvæmlega. Og alveg Fannar Gíslason er víst að glíma við svipuð meiðsli. Það hefur ekki mikið eftir. Fylkismenn var nýkomnir úr bítunum við. Hér er það Guðjón og önnur aukaspyrna. Já, ætlaði að segja ykkur frá því að Fylkismenn voru í æfingaferð á Spáni. Svo þetta er nokkur fleiri liðum en spilum nú enga leiki þar. En Káringar hér með aukaspyrna á ansi góðum stað. Þannig að margir hérna að sparka þessum. Það var hann samt ekki Óskar sem að láti vaða með vinstri. Þið bara hann. Jú, hann er líklegur. Bjarni er hérna líka. Og Bjarki færir sig frá. Sjáum hvað er kokku upp hérna. Bjarni að meta vegginn hérna. Óskar með skotið, þetta er langt yfir. Engin hægt á þessu. Baldur. Boltinn hér í háláttunum. Óskar með loksins að taka niður og hraustleg tækling hérna hjá Þóri Hannesinni. Og Þórir fær allavega orðið í eyra hér frá Pétri dómara. Þórir ráðum til að láta finna hraustlega fyrir sér. Hann kann þetta alveg. Já, já. Nú er að Bjarni sendir þetta í átt að Guðjóni en Kjartan Ágúst skallar í burtu. Boltinn er talsvert í loftinu. Það er Tómas. Og hvað er hann að flauta hér? Það eru höfuðmeiðsli hérna. Skúli fengi eitthvað. Kannski skallaði hnakkan á Tómasi hérna. Það virðist vera. Það er alltaf fljótur á stöðuleikinn. Þetta er Skúli Jón síns mér. Já. Já. Og Káringar hér ná smá pressu eða hvað? Baldur bett. Skúli Jón. Þórir. Smá vandræðum. Já, leysur úr þessu. Ingimundur. Það er Jóhann þarna, þetta er allt og langur fyrir hann. Sem er þetta af hreinu. Já. Réttum 10 mínútur búnar hér. Og enn ekki komið mark. Aron Bjarki. Tómas var þetta ekki í hendi, nei. Áfram. Hann þarf að túlka þessa reglu á marga vega. Já, já. Aron aftur og þetta er Tómas í pressuna þarna. Tómas í baráttuna þarna með 2-3 káringina bakið á sér. Spilum hann Baldur sem setur upp í hornið á Jóhann. Tómas farinn aftur. Það var Hilki sem fá hérna innkast. Kraftur í fylgismönnum hérna. Tómas. Vel
gert hjá Gryndari þarna, bæjar hann í burtu. Já, boltinn talsvert út af. Kjartan Ágúst sem er bakvörður í dag. Og Tómas á kantinum, þeir eru nú geta að spila. Ja, báðir þessar stöður, hér er Kjartan Ágúst. Þarf að leita tilbaka. Nei, Bjarni er ekki að ná þessum og þetta er, já, klaufalegt þarna. KR-ingar fá hér hornspyrnu. Óvænt. Menn hafa greinilega ekki metið vindinn almennilega hérna. Nei, það er talsverður. Hann kemur hérna hlið vallarni síns mér. Óskar Bjarni. Stutt, Bjarni Guðjónsson fyrir og Þóri sem nær að skalla þessu í burtu og áfram heldur þetta Óskar. Baldur Bett greiður úr þessu í bili, innkast. KR-ingar hressast hérna. Skúli Jón. Viktor Bjarki og þetta er misefnað. Boltastrákur kastar hann á stutt. Bætur þessu. Það var að henda alveg yfir marki kannski. Það var kannski spila vindurinn enn og aftur inn í. Já. Trufla þá líka. Það var stammal áhrif. Baldur feikilega sterkur í loftinu. Og KR-ingar. Skúli Jón. Setur hann inn á teig. Já. Og Viktor Bjarki, misefnað skot. Fínni stöðu. Og Óskar lætur vaða en þetta er framhjá. Já. Sjáum það hér aftur Óskar. Skotið framhjá. KR-ingar svona aðeins að taka við sér. Já, Baldur verður að hirða þarna. Gilur það áfram, hirða boltan í loftinu. Guðjón. Þetta var Bjarki með skotið og þetta var býsna góð tilraun. Háspeitt framjá. Já. Og vel frá marki og leit svona ekkert sérstaklega hættulega út en það var býsna nálægt markinu. Enn er það Baldur á alla boltaðarna sem koma frá marki fylkis. Dóminerar hérna miðjuna. Jöflur, Baldur, Óskar. Fylkismenn aðeins verið að gefa eftir hérna. Kjartan Ágúst. Skúli. KR-ingar leysa vel úr þessu. Guðjón Baldursson. Er ekki til hans, Kristján gerir vel. Bjarni. Guðmundur Reynir. Ekki mikið komið hér fram. Missir hann hérna klaufalega. Þórir og þá fer boltinn hana aftur fyrir stefnandi lækinn. Já. Ná að bjarga því. Sem betur fyrr. Já, sem betur fyrr. Þannig að Óli bara vaði út í annan líka. Já, hann er vanið því reyndar. Þá er möguleiki hérna Kjartan Ágúst í frábæri hlaupi hérna. Fær sendinguna, tekur skotið, já. Að gera en Skúli Jón. Núst fyrir þetta á efnilega sókn. Baldur. Þessi allt of langur. Út af.
Þetta var gott hlaup hérna, Kjartan Ágúst. Það var örlítið upp á skotið. Já, hann er snöggur hérna. Gylfi. Baldur. Og Guðjón Baldursson er ekki rangstæður. Og Kjartan Henry kemur inn í á fjær. Guðjón, Kjartan Henry, en Þórir. Vel að verði þarna. Já. Fylkisvörðin opnast þarna. Guðjón stakk sér hann skemmtilegin fyrir. Var ekki rangstæður. Hér er það Baldur klaufalegt. Viktor. Þórir. Já, Káringar að taka hér öll völd. Guðjón Baldursson. Skúli Jón kemur þennan inn á teginn og Baldur er hann í baráttunni en þá er það Ingimundur en bæjar hann með burtu þarna. Já, góð pressa á Káringu núna. Já, Fylkismenn komnir hér. Hann sé aftarlega Daniel Freyr, hann er ekki þessum jújum og Gylfi rólegur og spila hann. Gengur illa að halda boltanum núna. Það er Baldur. Það er líklega að fara inn, jú. Já, já. Já, Káringar á sér líklega núna. Þeir eru auka pressuna hérna á Fylkismenn. Já. En er boltinn út af, en það kannski fara að telja innköstin. Það er spurning hvort að maður taka sömu reglu á Egilshöllinu. 5 innköst og það er jafnvel mark bara. Já. Það var nóg að þeim hérna, hér er Hannes. Aron. Bjarni. Óskar Örn fær hann hér, en Baldur Bett er á rétt stað. Bjarni er litað mikið á honum og við erum hérna betur baráttunni við Andrés Már. Og nú er það rangstaða, já. Þetta er alltaf hreinu hérna hliðarlínunni. Andri Vigfússon lyfti flagginu og Fylkismenn kærulausir hér enn á ný. Bjarni er bara komin aftur með boltan. Já. Fylkismenn byrjuðu þetta býsna vel en hafa svo gefið eftir. Og áfram alltaf Káringa, Baldur. Setur hann hér út. Óskar Örn. Er líklega inn á völlin, já. Líklega skítur. Já. Þetta er þekkt uppskrift í honum. Hann ætlaði greinilega að nýta sér hliðarvindinn. Og færa sér hérna yfir. Svo komum við að reyna þetta. Hann er að Baldursson nær honum. Kjartan Henry, já. Ekki nokkuð að móttaka á Guðunni hérna. Og Andrés og nú er möguleiki. Já, hann er fyrir innan. Þetta var klárt. Jóhann Þórðarsson hérna. Já, full bráður hérna. Já, Baldur Bett er styrkur fyrir Fylkismenn og meiddur allt síðasta sumar. Og er því bara eins og nýr leikmaður þetta tímabilið. Skúli Jón. Fylkismenn pressa hér aðeins framar. Skúli fær þarna. Gylfi hérna upp á Tómas. Baldur utan á hlaupið. Full erfitt kannski á Tómas að þetta gefur gegnum 3 Káringana. Já. Baldur með hann. Og Bjarni og Baldur. Jú, hann er réttilega rangstæður hérna. Já. Hei, hvort þeir ekki náðu honum hana. Vindurinn tók í dömana. Já. Full erfitt, eins og sagðir hjá Tómasi.
Baldur Bett kom hérna á óvennilega slóðir. Hann er ekki vanur að vera komin upp kantinn þarna megin. Hundur einir. Flegi ferði hérna upp kantinn. Já. Skiptir yfir hérna Viktor sem var með slaka móttöku. Já. Og Baldur. Grétar. Pressar hérna á Grétar. Grétar og já, bjargaði sér úr þessu. Spilaði bara rólega aftast hérna káringarnir. Reyna að teima Fylkis með framar. Já, það er annar leikur á morgun hjá okkur. Númer 3, F.A. Valur. Við erum að fylgjast með því. Það er Kjartan Henry. Baldur. Guðjón og Viktor Bjarki. Andrés Már. Og hér er fín möguleiki Jóhann Þórðarsson. Komin hér í ákvæmsanlega stöðu á vinstri fótinn en skotið fram hjá. Já, það geta gert betur hérna Jóhann. Slapp hérna úr gæslu varnarmanna KR. Skotið var bara ekki nóg gott. Og skelvileg sending á Bjarna. Og Ingimundur náðu ekki að nýta sér þetta. Svo fast í Ingimundi hérna. Já. Það er að sjá Andrés hérna. Það var svona þokkalegt færi hjá Jóhanni. Og hann færi núna ekki verið sérstaklega mörg hér. Það getur farið að detta inn hérna Óskar. Og Óskar heldur áfram og þetta er nú... Nei, færi ekkert á þetta. Skilja vel að mótmæla þessu. Andrés. Og... Flottu boltinn fyrir. Mjög góður, Ingimundur. Guðmundurinn er að leita tilbaka. Þórir og Jóhann, en þetta var aldrei hættulegt. Þetta stefnir yngast. Já. Ingimundur spurning hvort hann hefði ekki bara átt að fara á Guðmundurinn hérna. Nú flautar hann hérna. Við vandræðum með að taka þetta hér á réttum stað. Sýnum ekki að það skipti öllu máli. Nei, betur til að ákast þetta var. En Pétur vill hafa þetta. Þetta er sett úr reglum. Þegar Pétur Guðmundsson sem er dómari hér í dag. Óra Óskar. Mikið í boltanum Óskar Örn. Tapar hann hér. Tómas kærulust í honum. Slög sending hérna. Já, þarf að vera með að reyna þetta. Sirkuskúnstur hérna. Já. Léleg móttakaði Baldri hérna. Já. Næs. Finnum við. En Viktor Bjarki er búinn að ná boltanum aftur. Já, boltinn gengur hér liðan á milli. Óskar Örn með skotið og þetta var... Já. Það var bara rétt framjá. Þetta var ekki langt fram hjá Óskar Örn. Það látið mikið að sig kveða hérna. Káringar hættulegir. Þetta smeði fram hjá stönginni. Nú spurning hvort Baldur takk ekki enn eitt boltan hérna miðinni. Já, það er að segja Baldur Sigursson. Og eitt Baldur í fylkisliðinu líka. Baldur skiptur hérna yfir á vinstri vænginn á Kjartan. Hann fer á Þóri og kemst léttilega fram með honum. Fín fyrirgjöf fyrir, það er Guðjón Baldursson. Það er ekki að snúa sér. Við trúum að Daniel gengur hérna vasklega fram. Það vil nú fá eitthvað fyrir sinn snúð þarna hann Guðjón. Það datt nú fullu öðvöldlega, fannst mér. Kannski var bara vindurinn. Feikt honum niður. Komið eitthvað gustur á strákinn. Það var ekki óleiklegt. Andrés Már. Baratun og Aron.
Já, Aron Bjarki staði sig vel. Það var flottur undirbúinstímabilið með KR. Já. Það sé líkur Baldri Sigurssoni. Já. Báður rauðbyrkin strákar. Það er bara spurning hvort KR leyfa honum að spila í sumar. Já, hann hlýtur að koma eitthvað í sögu. Þóri er hann aftur með langtingast, Gretar í burtu, Baldur, Bett og já, þá getur tilhörnum svo sem, en Hannes var með þetta á hreinu. Já. Þetta hálftími hérna liðinn. Bíðum enn eftir marki hér, Skúli Jón. Baraldur Tómas, Óskar með boltan. Skilur hann á Bjarnar sem setur hann fram, en beint á Daniel Frey sem skilur hann bara yfir til KR aftur hérna. Já, þetta verður svolítið svona síðustu mínútur og markvissar sendingar. Og hann setur hann upp völlin, en það er Baldur Bett mættur. Skúli Jón. Liðin eru alltaf að deila boltan svona sína milli. Já, þetta er svona... Það er ekki náttúrulega nákvæmt kannski. Nei, lítil fagurfræði í þessu stundina. Óskar, hann hefur nú verið líflegur hérna. Glæsileg sending, Baldur. Þetta er góð sókn hjá KR-ingum. Viktor Bjarki, en Daniel Freyr snöggur. Já, bjargaði þessu vel. Og komnir hérna... Þarna var Kjartan Ágúst komið full langt fram. Já. Það er skiptingu KR-ingum. Já. Það er sem Magnús Már. Lítur nú verið þetta Gretar Sigfinnur sem hann að fara að velli. Og það er nú áfall fyrir KR-inga fyrra leiðtogi í vörninni. Og... Er þetta Magnús Már sem er að koma inn á? Það sýnist það. Jú, þetta er Magnús Már sem er að koma inn á. Þá gera þær hér breytingar. Skúli Jón er að fara í miðvörðin. Og Magnús Már í hægri bakvörðin, já. Og enda með eindæmum sókntjarfur af Magnús. Spurning hvort þetta veiki KR-ingana. Magnús, hann byrjar að taka engast hér og... Það er kannski full ót í raukaspinna. Já, Guðjón ekki sáttur allavega. Og þetta var nú... Alveg rétt hjá Petri. Já, já. Hann heldur línunni, menn var að taka þetta réttum stað. Guðmundsson stjórnar þessu hér af Röggsemi. Og... Hún er ekki séð hann oft dæma. Hann kemur nú yfirleitt til með að dæma reyndar á svona undirbúnum stímbilum. Já. Og svo er hann mættið sem aðstofadómari á sumrin. Þá er það Magnús. Það er flott ekki á að sé að leyfa svona órændarum mönnum að dæma Lengjubikarinn. Já, það er einhvern tíma verið að fá sjansinn hér að Ingimundur. Jóhann hendi sér þarna niður eins og hann hefur verið skotinn. Full leikræni tilburður hjá manninum. Já. Daniel langur bolti. Guðmundur reynir nær þarna. Bjarni bæðir hann við fullin. Þetta er fylgismenn, hann hefur komið við Guðjón Baldursson þarna á leið út í ána. Já. Hann er eitthvað að spjalla við Jóhann þarna. Já, já. Það verður ekki að fleygja sig út allt hérna. Já, en ekki sinnið spjald hér. Þetta er svo sem engin ástæða til þess. Hér er það hörð barátta Þórir Hannesson. Og missir hann hérna Óskar Örn og engin ástæða. Kjartan Henry. Hvað ætlar hann að gera hér? Út á Óskar Örn til Guðjón Baldinsson. Full lengi að þessu Guðjón. Og Bjarni handsamar hann hérna. Já. Vel gert hjá Danieli Frey. Já, já, hann lokaði svo sem ágætlega á hann en Guðjón svolítið lengi að þessu. KR-ingar verið hér nokkuð beittir. Þessi pressa hjá þeim að takast ágætlega. Þórir nær alltaf sín á. Setjum upp á Jóhann. Það var Aron fyrir.
Þessi fyrir hátt hér. Og Káin ykkur að þetta? Nei, það gæti ekki, nei. Nei. Pétur, það er sennilega leiðir þetta línuvöruna eitthvað. Nei, hann er að benda hver á að taka þetta. Já. Nú, hver reykjastefna hér. Það eru káringar. Sem er að varpa boltanum hérna. Já. Séð á sér að hann ætlaði kannski að dæma fríspark hérna. Kristján með hann upp kantinn á Ingimund sem með kunstið setur hann upp á Andrés. Flottu bolti fyrir en Já, hann er svona, það voru innalega. hann er sem að hendurnar í þessu. Slögsending að Bjarna þarna yfir á Gylfa. Spila hann á Tómas. Já, það var Tómas sendi hérna akkurat á þann stað sem enginn var. Hann er erfitt að ná hann þar. Það þýðir lítið. Magnús Már. Já, þetta var nú ágætis staða þarna en Tómas voru illa með þetta. Hann er bara átt að lúðra þess að markið bara. Já. Það verið káringar sem hafa verið duglegri við að skjóta. Óskar Örn. Hann skot rétt framhjá hér áðan og hér er hann með boltan. Kemur inn á völlinn. Óskar og Tómas. Réttilega dæmt Já, ég held að. Það hékk með alltaf í honum hérna. Já. Það gefur þetta til kynna. Því er ekkert fyrir Tómas að vera velta sér upp úr þessu meira. Það er dómarinn sem ræður. Það er vist alltaf þannig. Kemur líklega þéttingsfastur núna bara inn í deg. Nei. Stutt spilna á Skúla Jón. Hann skilur hann út á Kjartan Henny sem kemur inn í. Og það er bara dauðafæri. Já, Viktor Björk í hana. Hitt hann illa greinlega. Já, hann er svona aðeins orðnast. Já. Baldur ekki tapa mörgum skallaboltum í dag. Smá skallan þarna á Bjarna. Óskar kom með boltan. Já. Og gott hlaup þarna en þessi er sennilega langur, já. Bjarni Þórður. Hann saman knöttun þarna. Hann var vel á verði. Ingimund með boltan. Setur hann inn á Baldur Bett þarna. Ingimund með hann aftur út á Þóri. Og Þórir og þetta er hotspinna. Guðjón Baldursson pressaði hann þarna vel. Já. Tómas. Með spinnuna. Og kemur hér Jóhann. Þetta var Þórir að sjálfsögðu. Með skallan. Þórir skoraði hér gegn Grindvíkingum á lokamínútunni og hann var stór þáttur í því að Fylkismenn komust í undanúrslitin. Einmitt eftir hotspinnu frá Tómasi. En Fylkismenn svo sem ekki vanir að skora mikið úr hotspinnum. Nei, það er nokkur ár síðan það. Í gegnum tíðina. Baldur Bett hér í vandræðum. Hemjaboltan. Baldur sem fyrr, Baldur Sigursson. Mikil barátta hérna. Knöttinn. Og Óskar. Viktor Bjarki. Já. Skiptir yfir á Kjartan sem er. Vel gert Kjartan en þetta er framhjá. Káringar ágætlega líflegir hérna. Og það eru duglegir að láta vaða.
Bjarni Þórður í markinu. Fylkismönnum Fjalar Þorgeirsson situr á bekknum. Þetta er nú réttilega dæmt þarna. Það er með hnýjað undan sér, hann er skattaboltan, hann Kjartan Henry. Þóri fljótur að taka þetta upp í hotna Andrés. Vel gert í Andrési. Það vantar honum aðstoð. Hann ætlar að gera þetta sjálfur. Og Spurning hvað það kominu fyrir. hvað endar þetta? Það er hotspinna aftur. Fylkismenn búin að fá nokkra hotspinnir hérna en Ekki náð. Nei, ekki náð nýtt þar. Og sjáum hvað verður þessu. Tómas og Þórir, já, hann er að hirða þessa bolta þarna en ekki að koma svo markið. Það verðist enginn alltaf að dekka Þóri í þessum hotspinnum heldur. Nei, Það var leik þarna. Káringar þurfa eitthvað að fara yfir þetta. En Þórir er vís til að hitta markið. Það heldur svona áfram. Gylfi, já, nú tekur hann Baldur hann í loftinu. Óskar með hann. Magnús Már. Já, allavega vel til honum. Ekki vanur að spila svona aftarlega. Nei, yfirleitt á kantinum hér Ingimundur. Baldur Bett með Tómas með sér hérna út í vinstra megin. Tómas fyrir hægri fótinn. Fyrir. Og Það var Aron. Já. Skallar hann í burtu. fóður enn hotspinnuna hérna. Nei, Jóhann nær honum þarna. Já. Undan Guðmundi. Spilaði hann aftur á Þóri. Áfram veldur þetta hér Þórir, Bjarni og enn hotspinnan. Og allar hérna sömu megin. Og nú að gera hjá Tómasi Jóð. Og Frosta. Já, flagga þessar hotspinnur. Það fyrir nú styttast í hálfleikinn hér. Rúmlega 5 mínútur eftir. Já, Plus örlítill uppbótartími. það var nú allar mikið. Tómas enn og aftur. Nú er það Daniel Freyr sem að býta nú við Kjartan Ágúst og hann nær skotinu í Baldur Sigursson í hendina á honum að það ekki. En spurning. Pétur nú vel staðsettur. Já. Og hann dæmdi allavega ekki á þetta. Hann har verið alltaf hart að dæma víti á Baldur hann. Það var náttúrulega alveg upp við hann. Þá er Ingimundur með hotspinnuna. Já. Og þeir eru burtu á Andrés Már með skotið en Kjartan Henry með að bæða hann í burtu. Já, Baldur full hátt þarna. Kristján nær honum þó. Já, Fylkismenn að koma með smá pressu hérna. Þetta er góðu bolti á Tómasi. Ingimundur hefur hann núna. Já, Magnús rennur hérna. Ingimundur með vinstri fyrir. Skúli Jón sem skallar hann í burtu þarna. Beint á Ingimund. Sem skilaði hann á Tómas Þorsteinsson. Góð pressa af Fylkismennum hérna. Tómas. Flottur bolti fyrir. Já, Þetta er hotspinna, já. hotspinna, já. Réttilega dæmt þarna. Já, Það Viktor Jóhann Bjarki var sem í honum. Jóhann og Viktor voru þarna í baráttunni. Spurning hvort Fylkismenn fara nú ekki að nýta sig þessu hotspinnur. Það verður býsna hættulegar. Það var Ingimundur aftur. Og önnur hotspinna. Já, Þetta var kannski full slök hérna hjá honum. fann hann að tekja fyrir. Já, og kemur yfir. Engi Fylkismann þar. Hvað var það að Einungis koma sér Viktor burtu? Bjarki. Baldur Bett hérna. Setur hann átt að víta til Káringa. Það sem Skúli Jón skattar í burtu. Gylfi hérna klöfur til honum. Káningar ná svona þessa áttum hérna og Daniel setur út af. Þetta var góð pressa þarna á Fylkismönnum. Þarna margar hotspinnur. Hann náði ekki að nýta Skúli, komin í miðvörinn. Magnús eftir allt og langt. Fylkismenn láta bara fara út af hérna. Já.
Já, fyrir að styttast í hálfleikinn hérna. Hvað á hverju? En markalaust. Gylfi að Baldur hérna og Baldur dæmdur brotlegur. Já. Keyrir hann aðeins undir Gylfa. Og var það Gylfi að taka þetta sjálfur. Nei, þetta er við það. Daniel Freyr sem ætlar að spilna þessu. Flottur bolti hérna inn í honum. Já, vinsending og Ingimundur í baráttu. Káinningur leys úr þessu. Missa þó aftur, Baldur bett. Þórir, þessi er á langur. Já. Örlítið og langur hann fyrir Ingimund. Já, ekki mikið svona alvöru færi hérna. Nokkur hálfærir að Kjartan og Kjartan Henry. Kjartan. Og það er Kjartan Ágúst. Klárlega brotið á honum hérna og skila ekkert í línuvörunum að flagga ekki á þetta. Kjartan Henry fór að nýjan. Komst upp með það. En Magnús Már setur hann beint á Baldur Bett. Já. Sem setur upp kantinn. Það er bara enginn Skúli Jón. Hann spilar með aftan á Aron. Og hann framleikir á Hannes. Það kemur með spilnuna hér. Káringar halda boltanum. Kjartan Henry. Og Guðjón hann á bítinu við. Fer fram hjá Kristjáni og gult spjall líklega. Já, þetta er hárrétt hjá Pétri. Guðjón að fara hann fram hjá honum. Þó búinn að sparka honum vel út í hornið þannig að var ekki hægt að henda í rauðu þarna. Þannig að hann hefði aldrei náð. Nei, það var ekki. Náð boltanum hérna. Komin hálfa leiðin upp í Fylkisvöll. Já. Kristján með fyrsta gula spjaldið hér. Rétt fyrir lok fyrri hálfleiks. Óskar Örn. Já. Bjarni stendur hann líka. Líklega er samt að Óskar taki þetta. Já. Þægilegri staði fyrir kannski örfættan. Já, hann er líklegri, maður sjá. Hér er að Pétur eitthvað færa á vegginn aftar. Og þá getur þið tekið þetta. Er það Bjarni eða eitthvað? Nei, það er Óskar Örn og Bjarni Þórður ver. Og vittu nú við, hér flaggar Andri. Það var brotið þarna á varnarmanni Fylkis. Já. Halveg hárrétt hjá honum. Guðjón Baldursson keyrir hérna inn í hann. Já. Og Andri Vigfússon á línunni sá þetta. Flaggaði eins og óður maður hérna. Já. Og hann fyrir líklega bara að flauta af núna. Því var það ekkert úr þessu, já. Góða mínúta fram yfir. Það er ekki ólíklegt. Lítur á klukku sína hér Pétur. 0-0 hér á Fylkisvelli. Og þannig verður það í hálfleik. Leikliði, já, hér kemur flautið. Og við tökum okkur stuttli og komum svo aftur með síðar hálfleikin hér úr Árbænum. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible.
how stress you go there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Samfinn kynnir Sure there's not anything that you're not telling me? The Lincoln Lawyer. You got one client in jail. Empire segir pottþéttur thriller með Matthew McConaughey. The Lincoln Lawyer. Forsýnd alla páskana í Sambíóunum. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin er hjá okkur. Stundum bjart, í lífi hvers mann, sem fyrir varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo sterkt dæmi það, að augnablikið breytir stundarstað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. N1. Meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla. Lífæð samskipta.
Já, velkomin aftur. Við fylgjast hér með Lengjubikarnum. Það er undanúrslit. Það er fylgismenn sem eiga hér í höggju í KR-inga. Staðan 0-0. Og við býðum þess að seinni hálfleikur fari hér á stað. Tvær breytingar af fylgismennum í hálfleik. Út af fóru leikmenn fóru þeir Daniel Freyr Guðmundsson og Jóhann Þórhallsson. Þórhallsson. Inn á komu Albert Brynjar Ingason og Andri Þór Jónsson. Já, þetta þýðir það að Andri Þór fer í hægri bakgrastöðuna. Þórir Hannesson í miðvörðin. Albert kemur náttúrulega bara upp á topp. Já, í stöðun Jóhanns. Og sýnist KR-inga vera með óbreytt lið. Þeir eru búin að gera eina skiptingu. Gretar Sigfinnur Sigurðsson þetta fara middur út af. Og Magnús Már Lúðvíksson kom í hans stað. Spurning hvort það sé eitthvað alvarlegt. Hann fór inn út af eftir 25 mínútna leik. Já. Hann Gretar. Það er Magnús. Hann með sendinguna hér inn á teginn og Kristján í burtu en Viktor Bjarki, nei, það er ekki skotinu. Það komist þarna fyrir. Það komið þarna í hans í góða stuðu, Óskar Örn. KR-inga byrja hér á miklu krafti. Óskar. Og þessi siglir hann yfir. Já. Og Leifur Þórðarsson að prófa að sjá fram hér sitt lið. Sjáum hvað þessar breytingar gera. Albert markaðasti leikmaður Fylkis í fyrra. 11 mörk í deildinni. Það ekki? Jú, 11 mörk í deildinni. Jóhann, þeir voru öflugir báðir reyndar. Jóhann var með 9 mörk í fyrra. Óskar. Síðan við beint í lappirnar Kjartan Ágústi. Já. Sem setja hann aftur á Þóru, hann setja hann upp völlinn. Já. Albert að við höggja þarna með Skúla Jón sem spilaði hann aftur, alveg aftur á Hannes. Sem er einhverju vesinni þarna. Já, verður að koma þessi innkast og við upp hann mann út af bara. Fólk að tínast hér í blíðuna. Í blíðuna, hálfkuldalegt. Ná er lítið búið að lægja vindurinn síns mér á hátfónunum. Flottur bolti þarna fyrir sem Guðmundur Einis kallar í burtu. Það var Gylfi og getur nú finnur hér Tómas. Tómas vill hafa hann á vinstri og kemur með fín, já, sendi inn fín og Hannes, já, hérna. Smá vandræðum þetta. Náða hand saman, hér er Viktor Bjarki, KR-inga koma hratt. Viktor. Viktor fyrir upp hérna hjá. Og enn hotspinnan þarna megin á vellinum. Já. Fylkismenn fengu fjölmargar hotspinnur þarna. Og nú er það komið að KR-inga með Óskar Örn sem að spyrnir. Líklega þrykkjunum inni. Já, Bjarni kemur nú hann í aðstofuna. Fylkismenn tilbúin við 2 leikmenn hérna. Já. Óskar fyrir og Kjartan herri nær, býtur nú við, Albert í burtu. Andri. Já. Hvar endar þetta? Aron Bjarki. Og þetta endar hjá Bjarna. Það skal við sé Hásan hérna. Já, já. Frumman og flottu fram, Ingimundur ekki rángstæður. Og býtur við Ingimundur Níels Óskarsson í dauðafæri og skorar 1-0. Já. Og þetta var leið 1. Það var löng spyrna fram. Og Guðmundur Reynir minnst hann yfir sig og Ingimundur Níels skorar. Hvað var eitthvað ósætti við þetta hérna? Já, ég veit ekki. Við byrjum rángstuðu eða hvað? Hann er ekki rángstæður. Hann er með alltaf hreinu þetta hliðalínni. Já. Og Guðmundur Reynir minnst hann yfir sig. Og Ingimundur skorar hér í upphafi síðara leiks. Fekk hann hérna skoppandi og hamraði hann í netið. Og þá kom að því að við fengum mark. Þurftum ekki að bíða lengi hér. Bjarni. Einungis 4 mínútur liðna seinna hálfleik þegar þetta mark kom hérna. Já, Bjarni Þórður kom með stóðsendingu. Góð spyrna þarna. Skoppaði vel fyrir Ingimund. Það voru KR-ingar að svara þessu. Guðmundur Reynir. Já. Bjarni Guðjónsson. Viktor Bjarki. Kemur inn á völlin.
Það leitar að samherja, finnur engan en Viðnum við, Baldur, geti náð þessu. Nei, hann er Baldur sig. Guðjón með skattan hann fyrir. Já, Baldur Sigursson. Viktor með hann fyrir. Bjarni Þóri kemur út og flaggið fyrir á loft en Bjarni Þóriður handsamar hann. Og það er að hafa hann áfram bara. Andri Þór Jónsson. Og léleg snerting hérna, Baldur Sigursson gerir vel í að vinna hann. Og Kjartan Henry snýr af sig Kristján. Kjartan Henry kominn inn í teginn með skotinu en það var ekki nógu gott. Það er svo bara miði hjá honum. Já, reyndi að setja hann á nærhornið. Bjarni lokaði því vel. Svo markmenn eiga að gera. Lokaði nærhorninu. Já. Fylkismenn með einsmarks fórystu. Kristján Valdimarsson fram. Beint af Skúla hérna, sem skilur hann á Bjarna. Það er Óskar hér, tekur á rás upp hægra megin en boltinn hér yfir á Viktor Bjarka. Viktor Bjarki, hvað ætlar hann að gera? Og Tómas nær Viktor Bjarki Arnarsson og hann er í færi en Bjarni Þórður verið þetta frábælega. Misefnu tæklingi á Tómas hérna. Já, hann reyndi að koma hann aftan á hann og vinna boltan en þetta var úrvalsfæri á Viktor Bjarka. Bjarni Þórður með fína markvarslu. Var það hann glæsal í hotn. Já, það var mikilvægt. Káringar halda áfram að reyna að jafna metin hér. Og Baldur fyrir og Kjartan Henry. En Baldur Bett var hérna fyrir. Já, þessi var á leiðin inn. Viktor Bjarki hérna skilja hann á Bjarna. Hann verður hér með þunga pressu. Gylfi skallan burtu. Óskar inn áttur. Já. Beint í lúkutnar af Bjarna. Já, kemur hvað? Það var bara sama uppskrift á hann. Já, já. Og nú hafði Guðmundur Reynir betur. En Andrés lesa þetta. Var lítið og fast. Nei, Albert nær honum hérna. Já, sjáum ekki alveg hvað gerist hérna. En Guðmundur Reynir hafði betur. Það var það Andri Þór. Fljótur að koma hann í leik. Já, slöpsending Andra. Og Kjartan Henry. Fljótan er Kristján hérna og Andri Þór Jónsson kemur í aðstofana. Kjartan Henry. En aftur er að nýta. Hann er ekki að nýta þetta nógu vel þarna. Er að ná að stinga sér þarna bakvið en hann verður að klára þetta betur. Það var hættulaust algjörlega. Káringar öflugir hér eftir að við fengið á sig þetta mark. En þeir hafa svo sem nægan tíma ennþá. Seinni hálfleikur hér til þeirra ný farin af stað. Bjarni með hann langa fram á nafna sinn. Já. Þessi er út af líklega. Já. Guðjón, þetta er vel gert. Baldur Sigursson. Og Viktor. Mikið í boltanum hérna. Og Bjarni Guðjónsson hér æfur út í dómarana. Flauta þarna. Allt of fljótt. Já. Bjarni senda hann að ragliðis út á kantinn. Þeir fá aukaspyrnuna. Viktor Bjarki lítur að harka þetta af sér. Hvernig verið sem að hafa verið sparkað í en syns mér þarna. Já. Staðan á fæti Bjarni og Tómas nær. Nei, það er rangstaða. Kjartan Henry verið fyrir innan. Matti Frosta á línunni.
Já, og þá heldur þetta áfram hérna. Baldur Bett fleitir áfram boltanum. Aron sparkar hann mann út af. Já, Andri finnur Albert og þetta er vel gert. Andri Már. Góður í stöðu, hvað gerir hann? Nær honum inn á teginn og Kjartan Ágúst. En Viktor Bjarki var undan honum. Það leit ágætlega út. Og Káringar hinum með hraðina aðeins aukast hérna. Já. Kristján Bæjarmann mann út af. Guðmundur. Kjartan og Kjartan tekur þetta snöggt. Þetta var fast. Albert. Nes. Kjartan Henry hér mikið í boltanum hér með langa spyrnu Þórir. Já, og Kristján fer hérna. Er á spjaldi Kristján Valdimarsson. Hann verður að gæta sín hérna. Taka þetta snöggt. Viktor Bjarki. Og Ingimundur hristir að sig Viktor Bjarka. Já. Kristján Valdimarsson hérna. Heppinn. Já. Tæpur hann er náttúrulega á gulispjaldi og hér heldur þetta áfram Albert Brynjar. Já. Upp í hótt með Guðmundur Einar á bakinu. Finnum við, fær aðstoð hérna en það er ekki að koma honum á Sérum ekki hver þetta er. Það var Andaði mér útspark hérna. Í litla hrifningu Tómasar. Ég vil meina það að Guðmundur hafi snert hann. Sáum þetta hreinleikinn og vel. Fólk sem stendur hérna fyrir okkur. En niðurstaðan var útspark og Káringar taka hér niður Óskar Örn. Og Óskar Örn, Guðjón Baldinsson, þetta er dauðafæri. Hann er fram hjá Bjarna en frábær björgun hjá Kjartan Ágústi Breiðdal. Óskar Örn fann hann að Guðjón Baldinsson stakk sér inn fyrir, komst fram hjá Bjarna en náði ekki að koma boltanum fram hjá Kjartan Ágústi. Bjarga hann á marklínu. Þetta var góður varnarleikur. Káringar heldur betur að hafa færin hérna núna. Óskar. Og langur. Það er bara engast innum meginn. Já, Káringar hann að nálægt í að jafna. Fylkismenn er saman fórustuna. Bjarni. Langur. Hvað endar þetta? Mikil barátta þarna á Andrés Már. Kemur þessu út að. Fylkismenn voru að halda áfram að spila. Nú er hann á fórustunni. Káringar hér enn á ný. Guðmundur Reynir. Já, þetta fyrir aftur fyrir. Kannski nótum tækifærið og rennum yfir varamenn liðana. KR Atli Jónasson, Ásgeir Örn Ólafsson, Gunnar Örn Jónsson, Dofri Snorarsson, Hróar Sigurðsson og Inungi Ingólfur Sigurðsson og Magnús Már Lúðvíksson svo komin inn á hjá Fylki. Fjalar Þorgeirsson, Ásgeir Börkur Ásgeirsson, Andri Már Hermannsson, Albert Brynjar Ingarsson, Davíð Ásbjörnsson og Jóhann Andri Kristjánsson og Andri Þór Jónsson og Albert Brynjar eru komnir inn á. Hér er Albert einmitt í baráttunni missir á honum. Og Albert nær bóti hann hér aftur. Baldur Bett. Bjarni Guðjónsson liggur eftir en Fylkismenn halda áfram. Ingimundur. Baldur. Reynir að setja hann hér yfir. Hann er svo, já, ekki galinn tilhörn svo sem. Það er spurning samt hvort að það jafnvel verið fyrirgjöf hjá hann á manna. Já. Það er ekki ólíklegt. Bjarni nú staðan lappur áttur. Já. Það er önnur skipting Káringa. Það er Guðjón Baldinsson sem var í færin á hann er að fara út af. Gunnar Örn Jónsson að koma inn á. Já, sé ekki betur en þetta sé hann. Jú. Það þýðir líklega að Kjartan Henry færist upp á topp og... Já, Gunnar kemur hérna út í kantinn vinstra megin. Guðjón
Svo ég sagði nálægt í jafna metin hér. Skömmu. Já. En Gunnar virðist nú bara vera þarna fremstur. Þetta nú aukaspyrna hefði nátt að vera Bjarnar Guðjónsson en áfram með þetta Andrés Már. Og þetta var misefnað. Hannes. Langar fram með Kristján Valdimarsson mættur. Já, það verður vilt að verðist þessu. Bjarni Guðjónsson. Spurning hvort Óskar náði þessum. Já. Þetta er innkast sem fylgismenn fá. Já, Bjarni Guðjónsson mikið að rífast hér í dómaranum. Vanda hvert tækifæri til þess. Áfram með leikinn, hér er það Albert. En Aron kemst í þetta. Andrés Már með Baldur þarna. Þetta gekk ekki upp. Smá miskilningur hjá félögunum þarna. Káringar snöggir að nú vörðni svo Guðmundur Reynir. Tómas brýtur á honum þarna. Réttilega dæmd aukaspyrna. Það spyrir hvað Bjarni er núna. Skúli. Káringar meðan missan hér. Albert Brynja með hann, en missir hann frá sér. Aron setur hann út á vinstra kantinn. Þannig að Guðmundur Reynir kemur upp. Og hann heldur bara áfram. Já, hann er öflugur Guðmundur en Tómas gerði vel hann að gafst ekki upp. Hann gaf hann ekki að fá hornið. Það var að Bjarni Guðjónsson skokkar á vettvang. Bjarni með hann fyrir og þessi er á langur eða hvað Óskar Örn nær hann þó hér með Viktor og Andrés fer hérna í hann Viktor fram hjá honum en ekki fram hjá Kjartan Ágústi. Það skilja hann um í fötin en Magnús Már hann enda sendingar hannar. Já, pressa Káringa heldur áfram. Óskar Örn fer hér utan á fram hjá Kjartan Ágústi. Óskar Örn Hauksson og þetta er í þverslána hann. Já, sá ekki betur en þetta. Undir strjúka þverslána þarna. Hann var komin í gott færi labbað fram hjá Kjartan Ágústi. Enda menn ekki vanið að fara hægra meginn fram með þeim. Já. Káringar heldur betur líklegir hér. Það verður ekki tekist að jafna. En með þessu áframhaldi Tómas missir hann kemur það fljótlega. En Gylfi hérna. Já, fylgismenn að tapa honum full auðvitað. Ekki nú að halda honum nógu vel innan liðsins. Nei, alls ekki. Kjartan Henry, hann er þá hérna úti. Vinstra meginn á kantinn, kemur hann fyrir. Það er Kjartan Ágúst. Já. Viktor og Óskar opinn hérna. Og Óskar aftur gegn Kjartani. Nú fer hann inn á völlinn. Bjarni. Kjartan Henry. Sendur hann fyrir á Baldur sem skallar hann út. Já, skallar hann bara frá hérna. Og það var hann fylgismenn í smá vandræði núna. Það var hann Magnús Már. Óskar aftur á Magnús. Fínt spili á KR. Magnús Már fyrir. Já. KR-ingarnir vilja fá einhver veginn sinns nú þarna. Telja að hafa verið brotið á Baldri Sigurðssoni. Gunnar Örn. KR-ingar fara hér mikinn. En ekki ná að skora. Kjartan Ágúst trumar þessi í burtu. Andrés setur fína pressu þarna. Hannes. Skúli, góð sending yfir á Kjartan Henry. Tekur hann vel niður. Og það strandar á Gylfa. Kristján Valdimarsson þrjumar fram.
beint á káringana. Já. Sem fara að byggja upp nýja sókn hérna. Já. Þessi var nú farin út af. Já, já. Vill Frosti meina. Já. Og þá heyrist mér Ólafur Þórðarsson vera og Káringar líka að huga breytingum. Ásgeir Já, er þetta ekki Ásgeir Börkur, jú. Ásgeir Börkur er ekki sér tilbúin að skokka af. Káringar að breyta líka. Sýnist að vera Ásgeir Örn. Já. Sýnist með frekar Dorfi. Hins vegar. Svo fór í Bjarni. Mikið í bolta núna Bjarni og slögsending, mjög slög. Og Ingimundur, það er enginn hérna. Fylgir fyrir konur svolítið aftalega. Þeir eru með fórustuna. Það var Ingimundur Níels Óskarsson sem skoraði hér í upphafi síðar hálfleiks. 4 mínútur voru liðnar af seinni hálfleik. Já. Var það Gunnar Örn. Og þá fáum við breytingar þar. Það er Ásgeir Örn Ólafsson. Það er Ásgeir og Ásgeir að koma inn á. Og það er hvað? Það var bara spurningin hverju fyrir út af. Baldur Sigursson var úti á Káringum. Og Gylfi Einarsson hjá Fylki. Gylfi ekki spila mikið á undirbúningstímabilinu. Og hann er hvíldur hér. Ásgeir Börkur kemur í hans stað. Ásgeir Börkur byrja mótið 3 leikja banni. Hann má spila í þessari keppni. Já. Ásgeir Örn Ólafsson inn á hjá KR. Hann er 2 leikmenn Fylki sem byrja í banni. Daniel Freyr Guðmundsson byrja líka þar sem hann fekk nú rautt í lokaleik. Já, Fjarðarbyggðar sem fór nú hans illa fyrir austanmunn. Steinláu. Hann ekki 9-1. Mótið Þór. Já. Daniel var nú reikið þar út eftir 9 mínútna leik. Já. Nei. Hann er að flauta. Aukaspyrnu á Kjartan Henry. Já, Kjartan Henry. Fylkismenn ekkert að flýta sér sérstaklega hérna. Engin ástæða til. Það er nú eftir ennþá þessum leik. Það er bara 25 mínútur liðnar að setja á leik. Já. Staðan 1-0 fyrir Fylki. Ásgeir kassar hann fyrir Andrés. Smá miskilningur hjá þeim hérna. Og Andrés Már, þetta er aukaspyrna. Já. Þetta var ekki nóg vel gert hjá Ásgeiri Örni. Mista hann hérna og breyt síðan á Andrési. Líka flott hjá Pétur hefur ekkert að veifa kortorma mikið hérna. Nei. Það er aðeins eitt komið. Og það var réttilega sem Kristján Valdimarsson fekk hérna undir lok fyrirháleiks. Og þá var það spurningin hvort það verður. Það var Andrés, Ingimundur og Tómas eru með fund hérna. Hver á að taka þetta? Hvað skulle gera? Sýnst nú að vera hann. Það var það Tómas sem ætlar að spilna eitthvað. Já. Tómas lætur vaða í vegginn og fer svo í ákafa tæklingu þarna, já. Hraustlega tæklingu þarna sem var tekin á Óskar Örn. Já. Það var nú ansi, ekki góð spilni af Tómasi. Þetta voru nú bara léleg. Já, spurning hvort við farið betur á einhver annar hefði reynd að taka hann í vegginn hérna. Guðmundur Reynir. Gunnar Örn. Óskar nær þessum. Flott móttaka hjá honum hérna. Kemur inn á völlinn. Bolti fyrir og það Gunnar Örn. Getur stöðu hérna hvað? Þarna að leitna þetta. Þetta var lesið, vel lesið á Andra Þór í vörninni. Það var Ásgeir fyrir Káringa. Gunnar missir hann. Andrés og Aron fór hann í hann og nú koma Fylkismenn hratt upp. Og Albert, já, þetta er hárrétt.
Albert. Ja, byrju, þá hlýtur nú að... Já, það var gullspjald. Þetta er flott ángæsla hjá Pétri. Litleikinn hann að fljóta áfram. Aron tók hérna að stoppa Andrés í hættulegu stöðu. En svo var Albert stendur ástæður. Bjarni mótmæli þessu nú ekki neitt. Og hann tekur hér spyrnuna. Það er nú alltaf að senda kannski vangin hérna. Já. Nei, það er bara stutt hérna. Já. Svo inn fyrir. Það er Kristján Valdimarsson. Réttum að röð. Skipurkur langt fram. Albert og Aron í kapphlaupi. Og Albert kemst fram fyrir Aron, nær hann að senda hann. Hann er á langur. Örlítið á fast þarna fyrir Ingimund. Það var ekki nógu nett. Þarna hjá Alberti en það var ágætis sók svo sem. Fylkir ekki átt margar sóknir í seinni hálfleik. En þó eina sem bar fullkominn árangur. Það eru enn yfir hérna. Og Bjarni á skipurkur. Albert enn í kapphlaupi hérna við Aron Bjarka og Tómas. Já, vildi fá hann þarna en við fá hotsvinnuna. Einhverjum samskipti orðuleikar hérna á Káringum. Hannes kominn hálfa leiðin út. Og fá fylkismenn hotspinnu. Og Tómas sem tekur hana. Þessi fyrir Hannes. Já, smá vandræðum þarna en náði hann saman. Ekki alveg viss hvað hann ætlar að gera, ætlar að koma í langa bara. Óskar Örn. Já, Ásgeir. Andri Þór, erfiður bolti. Kristján, setur hann langan fram hérna, já. Já, Andreas. Og þetta er spurning hvað fylkismenn gera hér. Og Ásgeir Börkur. Hann hlýtur að skjóta markið hérna. Með vinstri. Ingimundur var með honum hann líka. Hann hugsaði, var að spá í að gefa á hann. Kannski full lengi kannski. Tók skotið sjálfur og Hannes, þetta var beint á hann. Það var hann vel með trónu. Ansi gott færi hérna. Munið minnst hann að kloppa hann hérna. Gríðarlega vel gert hjá Andri sem að hérna náða lauma honum inn á Ásgeir. Og það var komin góð möguleiki. Þó nokkur færi hér í seinni hálfleik. Fylkismenn að eflast. Baldur bett þarna, setur hann inn fyrir Albert. Albert og Hannes er rétt á undan, já. Gott útlöp hjá hann. Lesi á Hannesi hérna. Já, mjög vel gert. Fylkismenn setja hann beint á Káringa. Og þeir skilja honum áttur. Já. Ingimundur. Albert er nú komin hérna fyrir innan en... Já, nær honum hérna þá. Já. Ásgeir. Tilbaka. Þessi er á langur. Já, þessi fínt færi hérna hjá Ásgeiri Berki. Þeir geta komið Fylki í mjög þægilega stöðu 2-0. Hannes á við honum. Já. Og Andri Þór. Og Andri Þór hefur betur og hann er með Tómas hérna með sér. Albert líka. Og hann finnur Albert. Engin ránstöða. Albert hann ætti að snúa þarna. Finnur þó Andra Þór. Léleg fyrsta og styrking. þetta er ekki búið. Aron Bjarki. Bæir honum í horn þarna. Auðvörn þarna. Albert. Hjálpaði vindurinn aðeins til þarna. Albert. Hann gerir sér ekki alveg grein fyrir hversu mikinn tíma hann hafði þarna. Þegar hann laði hann út. Fylkismenn heldur betur að eflast hérna. Aðeins að bæti vindin hérna. Já, Ingimundur. Spyrnuna. Siglir í innkast. Svo fastur þessi. Fylkismenn pressa hérna Káringana hátt. Skipting. Það er ekki Davíð Þór sem er að koma inn á.
Þór Ásbjörnsson. Hann er að taka hérna Nei, það er Kjartan Ágúst sem er að koma inn út á. Hann er eitthvað kvartað náðan. Þetta er nú við og þetta þýðir eitthvað Andrés Már koma hann í bakvörðin eða eitthvað. Já, hann er að fara vinstra megin. Já, Andrés spilaði mikið náttúrulega í hægri bakvörði en hann er fjölhæfi leikmaður. Þetta setja hann nánast hvar sem er á völlin. Fer í vinstri bakvörðin og Davíð Þór Ásbjörnsson inn á miðjuna. Já. Káringar. Og þarna 15 mínútur eftir. Káringar. Með aukaspyrnu hérna fram völlin. Já. Og Kjartan Henry og Kristján brýtur á honum. Það voru að fara að passa sig að Kristján. Já, þetta var svo mikið en hann að Ásgeir Örn. Og hann á Guðmund Reyni. Káringar. Þeir eru í smá basli hér undanfarnar mínútur. Hér sækja þeir Óskar Örn Hauksson og nær skotinu. Rétt yfir markið. Það er engum munað þarna Óskar Örn. Hann að vera ansi skæður hér en þetta fór yfir. Fór í slána á hann. Þessi fór rétt yfir. Já. Davíð Þór. Komin hér í treyja nr. 5. Treyja sem að Ólafur Stígsson hefur verið í eigu hans undanfarin ár, hann er hættur. Davíð hér brýtur af sér. Stimpla sig inn í leikinn. Já, Ólafur er ekki sáttur. Nei. Bjarni. Bendir hérna gríði okkur grasið. Tómas í burtu. Það er Albert Brynjar mættur í pressuna. Viktor Bjarki leysir vel á þessu og Davíð Þór tilbaka. Og Bjarni setur hann burtu. Já. Smá vesen á það fylgismönnum þarna. Já. En það er hreinsaði burtu. Bert og Viktor. Já. Náringar. Þeim liggur á núna. Þann Henry hendi sér niður hérna. Rúmlega hálftími liðin að leiknum. Það er ekkert fyrir þetta. Það þarf nú aðeins meira smá gust til að dómarinn flutti. Það er alveg ljóst. Pétur Guðmundsson, dæmir hann á leik, bara býsna vel. Halda línunni vel. Já. Og Gunnar Örn komi hér yfir hægri kantinn. Óskar á vinstri. Já. Innkast. Áskir Börkur hérna. Að fá aukaspyrnu. Áskir hérna að brjóta á hannum. Áskir Börkur hefur ekki fundið fyrir sem sýnist mér. Nei. Já, þá er það Káringar. Andri Þór Jónsson komið sterkur hér inn. Kom inn í hálfleik. Andri Þór gerir þetta vel. Og svo ekki alveg viss hvað hann ætlar að gera. En leysir Þór þessu. Spurninga notfæri sig jafnvel Tómas hérna. Já. Og Káringar koma þá aftur. Gunnar Örn. Andrés er mættur í bakvörðin og hann hlýtur að fá í spjaldi eitthvað. Jú. Já, það er veifað kortið hérna. Þetta er þriðja spjaldið auðvitað. Kristján Valdimarsson, Aron Bjarki og Andrés Már konum með spjald. Og öll eru þau gul. Það er Magnús Már sem gerir sér tilbúin að setja hann inn í teig líklega hérna. Fylkismenn undirbúa skiptingu. Já. Þetta er nú slög spilnaði Magnús. Mjög slög og það er ekki Andri Már Hermannsson hann. Sýnist það. Jú.
Hann gerir sig kláran. Áfram halda Káringar. Guðmundur Reynir. Bolt upp í hornið. Ásgeir Örn. Já, Bjarni. Káringar. Já, stótti niður hjá Káringum. Eftir mikinn sóknarþunga. Það var skipting. Og Tómas Jóð kallar á velli. Og Andri Már Hermannsson inn á. Sjáum það 10 mínútur eftir. Það er venjulega leiktíma hérna. Já, Káringar þurfa að fara að flýta sér. Þeim vantar mark. 1-0 fyrir Fylkismönnum. Já, Davíð. Magnús Már bæjar hann í burtu. Hátt í loftu, Kristján. Og Andri Þór. Þetta döði til að koma út af. Nafni hans Hermannsson náði hann nú ekki þarna. Nei, hann er komin inn á ferska fætur. Guðmundur, vantar hérna aðstoða Ásgeir. Það var vitlega stingast þetta. Já, það er ekki náttúrulega sitt aðeins. Það menna að nú bara að læra konur upp í meistaraflokk. Ekki allir. Það var það Gunnar Örn gegn Andresi. Gunnar Örn fyrir og Bjarni skýlir hann frá. Það fannst nú eins og hann gæti gripið þennan en hann tók ekki sénsinn á því. Það var það Viktor og kemur á Guðmundur Reynir sem skila hann þarna. Ásgeir hætti tæklinguna. Það var það Viktor. Gunnar Örn, Magnús kemur utan á hann. Gunnar fyrir tilbaka á Bjarna. Bjarni nota Magnús. Magnús. Varpar hann mynda fyrir. Davíð og Fylkismenn. Gengið ágætlega að verjast þessum fyrirgjöfum. Káringar hérna að setja smá pressa á Fylkismenn hérna. Já. Þetta komið tími til hjá þeim. Þeir þurfa að skora. Það er alveg ljóst. Andri skattar hann í burtu. Kappleip hérna Óskar Örn og Andri Már Hermannsson. Óskar nær. Boltinn þetta farinn. Nær að íta honum hérna í. Andra má. Já. Davíð hér pressar á vörnina og það var það Ingimundur og nú geta Fylkismenn svo trætt. Ingimundur náðu ekki að senda hann hérna á neitt samherja. Þetta er sem búið talandan hann að. Já, þá komur Káringar hinum inn og klauðalett hjá Magnúsi Albert og Ásgeir Börkur og það var að möguleika fyrir Andra Már Hermannsson. Hvað gerir hann hér? Guðmundur inn á móti sér, Aron á móti sér. Þetta er Aron Bjarki og Andri Már Hermannsson. Þetta Guðmundur Reynir. Það var réttu stað þarna. Og Fylkismenn halda honum Andri Þór. Setja hann inn í. Já, hann átti hann bara að senda hann á Andra Már Hermannsson upp kantinn. Þessi sending skilaði einhver. Fylkismenn þurfa að reyna að halda honum áfram. Og vinna þar með tíma. Hér er það Davíð Þór og hann er að fara í bókina hér eða hvað. Jú, það er þriðji Fylkismaðurinn sem fer svörtu bókina. Eitthvað Pétur sé þarna. Já, hann fór þarna í hann en spurning hvort það var þörf á því að spjalda hann. Það var Skúli. Setja hann þetta langa fram. Það er Davíð. Frosti flaggar hérna aukaspyrnu réttilega. Klifra hérna og það var skipting og ég sé ekki betur en að þetta sé Jóhann Andri Kristjánsson. Það er Ingimundur Níels sem kemur á velli. Já. Ólafur Leifur að spila hérna. Já, þá er búinn að nota alla sína varamenn nema varamarkmanninn Fjarðar Þorgeirsson. KR-ingar eiga ennþá fjóra menn á bekknum.
Það var Atli varamarkmaður og Dofri Snorrason, Hróar Sigursson og svo Ingólfur Sigursson sem kom frá Heerenveen. Það hefur verið að koma inn á þeim. Bjarni Indibýr, aukaspilinu hérna. Þessi kemur líklega langur, já. Davíð þarna flikkar honum. Jóhann bara þennan skúla, þarna er Davíð að vinna skallan. Sér fyllur rægur hann Albert, það keyrir ekki alveg líf þetta. Já. Óskar þetta beint á Kristján. Og ef þekki hann rétt, þá kemur með langan hér. Já. Já. Það er selt. Það var það Ásgeir Börkur. Og Jóhann. Herðu. Já, rann hann bara það ekki. Já, hann heldur áfram bara strákurinn. Nýkomin inn á fín vinsla í honum og Andrés Már. Hann er góður í þessari stöðu gegn Albert og þetta er virkilega góð hugmynd þarna á Alberti en Bjarni Guðjónsson var mættur til bjargar. Vantaði smá kraft í þetta hjá Alberti. Andri Már. Ásgeir Börkur, þetta er hugmyndin ágætt Andri Már en já, fylkismenn hér. Ansi líklega áfram heldur þetta Guðmundur Már. Káringar í bölvuðu basli hér. Já, komum sér í burtu. Svolítið vælukerfið þetta aftast. Já. Það munaði ansi litlu að það gengi upp hjá Alberti að góna aftur Andrés. Það koma Káringar. Gunnar Örn. Nei, þeir tapa þessu. Baldur Bett. Sér Jóhann. Já, það er fylkismenn að vera skynsamir. Á loka mínútonum. Það liggur ekkert á. Inn á miðjuna Ásgeir Börkur. Kristján Valdimarsson. Já, Davíð er komin ansi framalega og þetta er ástæðan. Það er réttilega dæmt þarna. Já. Albert fyrir innan. Andri Vigfússon. Alveg vissi sínu sök hérna. Já, og þá var það Káringar. Þeir þurfa að ná upp pressu núna í lokin. Þurfa að fórna öllu hér til að ná jöfnunarmarkinu. Þórir búinn að lesa þetta vel. Smá miskilningur hann það. Já, Þórir, þetta var nú ekki besta hreinsunin. Gunnar Örn. Kristján setja nú fram hérna á Jóhann sem skilja hann til Káringana. Já, þeir halda hér áfram Káringar. Ásgeir Örn. Andrés kemst inn í þetta. Slug sending hérna í Ásgeiri. Já, Jóhann Andri. Í vendraðum hérna var það Bjarni. Ásgeir. Vel gert hjá Ásgeiri Berki. Og hvað ætlar hann að fara langt hér? Og já, Ásgeir verður þó að skila sér tilbaka. Þetta gekk ekki upp hjá honum. En hann gerði þetta feikilega vel að vinna hann hérna. Pressan hjá Fylki núna ganga vel upp. En Kristján og hann er svona á allra tæpasta vaði hér. Það er bara 2 mínútur eftir að venja leiktíma hérna. Það var Guðmundur Reynir. Óskar Örn. Þetta er Magnús Má. Þetta er Gunnar, nei þetta er Magnús eða hvað? Jú, þetta var Gunnar. Já, skiptir ekki öllu. Þessi fyrirgjöf var alltjent ekki nógu góð. Það kemur líka hann á kantinum. Já. Fylkismenn að gera ágætlega hér að halda honum Albert. Hann með ágætispláss hérna. Andri Már með honum. Albert leipur upp í hornið, fær hann aftur. Það er hérna hotspinnu. Já, þetta gagnast Fylkismennu vel. Stundina. Hann að gefa merknum uppbótartíma hann að dómarinn. 3 eða 4 mínútur. Já. Þetta er 4. dómarann. Það vantar alveg skilti hérna. Já. Spilum hvernig vallastjórn hefði ekki bara átt að vera með það á hliðalínni. Andri Már gerir sem tilbúin. Það koma þetta fyrir bara. Já. Og Hannes í, já. Má vandræðum hann.
Já. Fæir hann yfir. Og fá þér aðra hornspyrnu. Þetta tekur allt tíma. Og tíminn vinnur með Fylkismönnum. Já, tíminn vinnur heldur betur með þeim. Andri Már skokkar yfir. Það var venjulegu leiktími liðin. Já. Andri Már fyrir og í burtu Viktor og er hann að setja þetta í, er þetta að fara í aðra hornspyrnu? Jújú. Þetta er hornspyrna. Já, hérna, þetta var ekki gott fyrir Káringa. Mjög klauðvöld hjá Viktori. Andri Már hérna útskýra eitthvað fyrir dómaranum. Já, og Andri Már tekur þetta. Það er alltaf bara að setja þetta inn í, ég ætla ekki að taka þetta stutt. Það er kannski búist við hér að Andri Már. Ágætisbolti. Og Káringar, Viktor Bjarki. Það voru Fylkismenn að vera snöggir til bjaka. Og Þórir. Hann er ekki lengi að henda sig niður hann að Kjartan. Já, Þórir var eitthvað í honum hann, spurning. Dómar dæmdi ekkert allavega. Bjarni nær skallanum. Andri Þór fram. Káringum. Liggur á. Það liggur mikið á hér. Hér er Óskar. Þetta er furðulegt í honum. Það taka með nefina upp kantinn. Andri Már. Káringar. Það var ekki mikið tíma sennilega. Það var Magnús og Viktor. Leitar að samherja. Þessi, hann finnur enga samherja. Hann er svona grindverkið þarna. Í lappirnar. Og þetta er að fjara út. Fylkismenn á leiðin í úrslitin. Þetta er þó ekki búið. Munar aðeins einu marki hér. Bjarni Guðjónsson. Já, Kristján Valdimarsson fram. Og Jóhann Andri, hann er óþreyttur, hefur nóga orku þarna og gerir vel í að setja pressu á Skúla. Það setja bara beint út á þetta. Já. Já. Það er býðið til Andri síðan. Við erum eftir að það FH Valur hjá okkur á morgun klukkan 3 í Kórnum, Kópavogi. En hér erum við á Fylkisvelli sem Fylkir er að hafa betur gegn KR 1-0. Það er lítið eftir, við erum komnir í 2,5 mínútu í uppbótartíma. Skúli Jón. Albert. Albert fer út í hornið og Jóhann Andri tekur við. Davíð Þór, já. Mist hann hérna en Káringar senda beint á Ásgeir Börk. Ásgeir Börkur. Ó, já. Að gera reyna þetta. Skotið varið. Hannes. Hann er að koma með hennan bara. Slátt á hann getur en það hitta nú ekki sérstaklega vel. Flott bara til Jóhann hérna. Já. Káringar eiga þetta. 3 mínútur komnar á klukkuna í uppbótartíma. Bjarni Guðjónsson. Andrés. Fylkismenn gengið vel að halda boltanum hér undanfarna mínútur. Og svona pressan og KR fjarað út. Þeir náðu ekki að nýta þessi færi sem fengu. Þetta er ekki búið hér. Kjartan Henry. Og er þetta Ásgeir Örn eða hvað? Hornspyrna. Senast þetta tækifæri Káringar líklega í leiknum. Já. Komin hér í 4 mínútur og Hannes Þór Halldórsson markvörður. Skildi það aldrei vera að honum tækist að skora hér. Það er saga til næsta bæjar. Óskar Örn Hauksson. Þóri Annarsson eitthvað haltarandi hann eftir Björgunna. Þéttsveitin tegur Fylkismanna hérna. Það var spurningin Óskar Örn Hauksson fyrir og Viktor Bjarki og þetta er algjörlega misefnaði honum og Bjarni leyfir þessum að fara aftur fyrir. Það var afleitt hjá Viktor Bjarka þarna og sennilega
þetta runnið káringum og greipum. Það bara 5 mínútur komnar hérna fram yfir. Já, það að sigla í það. Þannig að spurning hvort að Pétur Guðmundsson flaut ekki hér til leiksloka. Það fyrir að flauta hérna. Hann gerir það. Fylkir komið í úrslit Lengjubikarsins. Sigruðu 1-0. Og það var Ingimundur Níels Óskarsson sem skoraði markið á hvað? 50. mínútu, var það ekki? 49. 49. Það ekkert annað. Og þá var það ljóst Fylkir í úrslitaleik Lengjubikarsins. KR-ingar úr leik. Og svo það morgun FH Valur klukkan 3. Þökkum fyrir í dag. Verið sæl. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Njóttu þess að vera að heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reytir fasteignafélag. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. Nice dress you got there. Change your plans, baby. Real taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ein eitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Let's roll. Samfinn kynnir. Sure there's not anything that you're not telling me? The Lincoln Lawyer. You got one client in jail. Empire segir pottþéttur thriller með Matthew McConaughey. The Lincoln Lawyer. Forsýnd alla páskana í sambíóunum.
Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færið þig í nýtt Vodafone Gull. Skráði í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Við sjáum svo dæmi það að augnabliki breytir stundarstað. Dagar, nætur, vikur, mánuðir, ár. Enn einn meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.